Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Í gær voru veitt Óskarsverðlaun sem einhvern tíma þóttu vera stór tíðindi og það var bíómynd sem að sópaði þessu verðlaunum eins og alltaf er sagt á Óskarnum. Hún heitir Anora og kannski merkileg bíómynd, ég veit ekki. Hún allavega merkileg fyrir það að hún kostaði ekki mikið á amerískan mælikvarða. Ég slóði upp að hún kostaði svona 840 milljónir íslenskar sem það gerir vera ódýrt í Ameríku. Vera bara low budget mynd eins og sagt er. En til þess að ræða þessa mynda því að þetta er svona eina af þessum myndu sem er gaman að tala svona leiðinni heim úr bíóinu. Að það við fengi hingað ágætis fólk. Árni Sveinsson sem er kvikmyndaleikstjóri, Lóa Björk Björnsdóttir sem er útvarpskona og Oddný Eir Ævarsdóttir sem er rithöfundur. Og útvarpskona. Útvarpskona hér. Ég var nú eiginlega segja þetta við áhorfendur að nú værið við að tala við rithöfundur. Já, einmitt. Herðu, Lóa Björk, þú varst að mæra þessa mynd bara í lestin í dag og mér finnst þess að við heyrti mærana áður í lestinni. Jú, þetta er örglega svona þriðja skipti sem ég mærana í lestinni, mér líði þannig, sko. Ég bara var mjög hrifin af þessari mynd. Af hverju? Sko, af hverju? Það þetta hraðaspurning og maður komið langt svar. Sko, mér fannst þetta ótrúlega skemmtileg mynd. Ég fór út af henni og hugsaði þetta mynd, besta mynd áratugarins. Áratugarins? Já. Sko, sagan er stórkostleg og svo hún bara hún er svo fersk, hún er svo óvænt allan tíman. Maður veit aldrei hvað að fara að gerast næst. Og ég var bara þakklátt fyrir það, sko. Að sögumaður leiðir þig eitthvað staðar þar sem þú veist ekki alveg fyrirfram nákvæmlega hvert sagan er að fara. Já, og það er það, sko, ég veit ekkert hvað gerist næst í sögunni og svo veit ég líka ekkert endilega hvað mér á að finnast gjörðir persónanna. Með hverjum ég á að vera í liði, þarna hvað mér á að finnast starfið hennar. Hún er kynlífsverkakona, hún er strippari, hún er vendiskona, það kallar kynlífsverkakona í dag. Það er ekki svona, ertu ekki sammála mér? Maður veit ekkert, sko, í rauninni það er ekki neitt svona boðskapur endilega einhvern veginn starfið hennar, hún bara svona vinnur við þetta og þetta er ekki svona móraliserandi einhvern veginn mynd. Þetta er ekki aðdánavert fólk sem eru fyrirmyndir í þínu lífi. Hvað segirðu? Þetta er ekki svona aðdánavert fólk sem eru fyrirmyndir fyrir okkur hinn. Nei, þetta er náttúrulega bara karakterar svona þversagna. Já. Og það er það sem náttúrulega gerir karaktera áhugaverða, sko. Og hún alveg fyllir upp í það, sko. Og líka eins og Lóa að segja, þetta er svona ferð án fyrirheits. Þetta er svona einhverju tveir heimar sem mætast og það verður einhver svona sprenging og úr því hefst einhver atburðarás sem er ófyrirsjáanleg. Já, og spennandi og alltaf því mann líður alltaf eins og það sé eitthvað hræðilegt að fara að gerast. Það getur bara hreinlega ekki enda. Skiptir atburðarás máli eða vill bara svo til að þessi atburðarás svona hægt og bítandi segir okkur eitthvað persónunar? Já, bæði og, sko. Bæði og. Því að það segir okkur eins og bara titill myndarinnar, Anora. Þetta er náttúrulega fjallar hana og gætir alveg sagt að þetta væri, sko, Pretty Woman for the New fyrir þessa öld. Þar sem Vendiskona kynnist auðkýfingin nema í þessu tilviki þá er hann lægra settur í stígveldinu. Það er einhverju aðrir sem eru raunverulega við stjórnvölin að gefa mikið upp. Þannig að þetta eru svona... Náttúrulega gefa eitthvað upp að þeir sem hafa ekki séð myndina og eru hræddir að við kjöftum söguþræðinu, þeir geta bara slökkt. Nei, bara að ekki ræna upplifuninni. Við hljótum að geta fengið að tala myndina svona... Já, þannig að þetta er sem sagt, þetta eru svona, allir þessi karakter eru pínu svona leiksoppar einhverja afla sem er þeim æðri eða þannig. Og í rauninni mjög klassísk saga, þú getur alveg sagt þetta sé svona prinsessusaga og hvernig Öskubuska, hún er ekki í náðinni, þetta er af sama meiði, sko. Öskubusku sem er skilað. Já, Öskubuska sem er á endanum ekki velkomin, sko. Þannig að þetta er náttúrulega bara, þetta er náttúrulega stigveldi og heimar sem mætast og... Þetta er eins og Pretty Woman plus The Wire. Já, Ertu búin að
vantilega búin að horfa á The Wire. Já. Þetta er eitthvað svona social realismi í fantasíunni. Já, þar sem þú sérð hvernig gangverkið, þú sérð svona glitta inn í gangverkið, hvernig hlutinir virka, hverjir, þú veist, allir hafa sitt hlutverk og svo náttúrulega þarna gæinn Handrukkarinn. Já, hann sem skilin eftir með henni. Já. Sem Ungi handrukkarinn. Handrukkari. Já, sem alltaf á bíl ömmu sinnar. Og geggjaður, sko. Og og einhvern veginn að reyna að vera næs við hennar í þessum hræðilegu aðstæðum. Og hún getur ekki hugsað sér að vera næs við sig, veist, þarna, sko. Já, þetta er bara manneska sem það hefur bara enginn verið næs við hana. Nei. Og líka út að hún í þannig stöð einhvern veginn að hún vill einhvern veginn berjast fyrir þessu, sko. En eins og sé að berjast fyrir, sko, að hugsanlega komast inn í eitthvað ríkidæmi eða bara að þessi gæi valdana. Hún er einhvern veginn löngu búin að missa af ævintýrunni en er samt ennþá að berjast fyrir því. Það er kannski það sem er í gangi. Já. Og nei. Ég veit ekki alveg hvað að mér varst þetta sko alls ekki áhugaverð mynd, alls ekki góð, ekkert sko, mér átti hún alveg ofbáslega fyrirsjálega því ég yfirleitt horfa myndir og geta aldrei áttað mig á plottinu eða veit aldrei hvað gerist næst en einhvern veginn í þessari mynd þá vissi ég bara nákvæmlega, þú veist það er mér átti bara svona Það er myndin þín þá líklega ef þú nærði ekki öðrum plottum. Nei, bara því hún er svo, eins og Árni segir, hún er náttúrulega svona bara klassískt ævintýri og það er að flotta af þessum við hann, ég viðurkenni það, hún er mjög svona flott, bara grind, hvernig hún er raunverulega fyrirsjáanleg og svo væmið þarna í lokin þegar hann er búið að sætur, handrukkarinn, þegar hann segist vera á bíl ömmu sinnar og hann ætla að vera góðu við hana, þú veist, mér þetta svo vandræðaleg mynd, sko, einhvern veginn að hún greiðist með enginn að vera góðu við og loksist sér einhver sem er góðu við hana og við einhvern veginn áhorfendurnar erum svona okkur er stilt upp í það að vera, þú veist, ekki mynd dómhörð á kynlífsbransan, mér þetta einhvern veginn þetta með kynlífsbransan og hver er góður og ekki góður, mér þetta bara vera einhver umræða sem að, ég veit ekki, átt sér stað fyrir 20-30 árum og klámið og það en ég meina kynlífssenurnar voru góðar þú veist, sjálfar kynlífssenurnar voru alveg, ég meina þessi leikona hreyfir sem var fallega og svona þetta er, þú veist, erotist, ég myndi alveg gefa því alveg plús, sko, þú veist, þetta er svona klám þú veist, sérstaklega ef að fólk er ekki búið að horfa klámmyndir lengi og þú veist, þá er þetta bara hressandi svona klám og erotík, myndi ég segja, fara út í það en öðruleit, ég myndi segja klámið og erotíkin fái bara nokkuð hátt hjá mér en allt annað ekki hátt. En ég hef veit fólk tala eða þegar skrifum þetta kannski og þá meðal annars að því að þetta byrjar inn á svona kynlífsklúbbi er eiginlega þar í 40 mínútur eða ég veit ekki, cirka og mér fannst María sem tala að það var næstu óbærilegt að vera þann inni, af því að það sé sko að klámið sé einmitt ekki sko svona komin að þessi upphafið. Já, nei, það sé frekar bara erfitt að vera þarna. Já, þú veist, klám og ekki klám, sko. En er það ekki þannig? Já. Á það ekki að vera þannig? Ég myndi halda því að Árni er að segja að þetta hafi verið sko erotíst, að þá hef ég frekar talað að þetta væri svona yfirþyrmandi. Já, kannski síðasta senan er erotísk frekar, þú veist, hitt er náttúrulega bara, þú veist, meira klám, en það er alltaf verið svona í að því að þetta geti verið að þarna þú veist, maður sér alveg frá upphafi þarna handrukkarinn að hann verður ástfanginn af henni og hún muni einhvern veginn, þar muni kvikna ást og mér finnst það bara eitthvað svo væmið, ég skil ekki alveg og mér finnst það svo næs Já, en þú veist, það var engin gagnrýni þetta vakti mig ekki til umhugsun ekki neitt sko. En sko mér fannst erotíkin í henni, ef við getum kallað það erotík, mér fannst hún þjóna ákveðin tilgangi í svona af mennsku, eða veist, þetta er svona, hún er alltaf að setja sig í svona þessar stellingar sem svona ætlast til af henni, hún er svona hlutgerð, algjörlega og það er svolítið svona rauði þráðurinn líka þannig gegn. En er það eitthvað nýtt, þú veist, er það ekki bara eitthvað kona sem er í kynlífsiðnaði? Nei, ég held að þessi mynd snúist ekki nýtt og ekki nýtt, ég held að hún snúist bara frábæra karaktera og sagnagerð og ákveðna svona tesu og spennu sem er bara mjög sönn held ég því sem sé svona raunveruleikin í dag sko. Mér fannst þetta alltaf snúast bara manneski sem var í þjónustu við annað fólk og bara
konu sem að vinnur fyrir aðra og einhvern veginn upp á aðra komin og hún hefði getið verið að vinna í bakari, hún hefði getið verið þú veist, hún hefði getið verið að þrífa það var tilviljun að hún vinna þarna hún hefur ekkert pláss í þessum heimi sem stjórnað af öðru fólki og bara í eigu annars fólks heldur það að þjóna því fólki Við fáum ekkert að vita hann allumis ekki neitt Hvaðan hún kemur og svona Nei, ég meina, hún ekkert, þú veist, hún bara eins og skuggamynd, þú veist, og við sjáum bara þetta ofbeldi og það Mér fannst maður sjá í svona litlum dítelum í svipnum á henni þegar hún inn í þessum aðstæðum hún er alltaf að halda einhvern veginn composure, hún einhvern veginn alltaf að halda sér saman og því að hún einhvern veginn ætlar ekki að gefast upp hún að leita að einhverju svona leið út, einhverju breyki og bara einhverju svona pingulítil detail, þú veist, mér fannst það vera að segja okkur hver hún væri, að hún væri, þú veist, survivor, bara einhvern veginn, þú veist. Hún bara að reyna að lifa af, eins og allir, allir í myndin að reyna að lifa af, eða ekki? Jú. Það eitt flott finnst mér atriði þegar hún öskrar og köllunum sem eru búin að öskra finnst það svo óbærilegt að hún sé að öskra að þetta verður svona alveg hvað eitt öskur getur verið einhvern veginn öflugt og hvað þeir eruðu einhvern veginn ráðalausir og það er líka ákveðin svona og mér finnst hann Sean, vinnur okkar, Sean Baker mér finnst hann gera það svo vel að hann svona oft lokkar mann inn í einhverja aðstæður og svona heldur mann eða svolítið svona kannski óbærilega lengi alveg svo þegar hún hann að föst í húsinu og allt þetta skrýtna ofbeldi þetta svona eins og bara einhverjir svona nett slapstick sko en samt mjög raunverulegt en bara einhvern veginn meira svona kannski eins og hvernig ofbeldi kannski það ekkert eitthvað svona það bara pingu fáránlegt já, það bara svona einhver fáránleik í því og oft bara klaufaskap sko og svona og lítið fáránlegt og eitthvað svona en ég menn alveg þegar þú veist bara Tarantino kom með sína myndir, hvað það mörg ár? Ég svo gömul, þú veist. Já, það er svo slikk og stælast, sko. Það miklu meira glorification, sko. Já, en svona, þá byrjaði svona umræða, þú veist, ofbeldi og hvernig þú veist, það væri og síðan hefur það verið svolítið svona í gangi. Ég finna að það vantar bara svo marga blaðsíður hjá mér í einhvern veginn, þú veist, mér vantar svo marga lykla til að skilja, til að fatta hvað þið eru að meina. Það er augljóst, sko. Því ég sá ekkert svona nýtt eitthvað hvernig ofbeldi væri sett í eitthvað áhugavert samhengi, þú veist ég heldur fjall ekki það er bara búningurinn sem hlutinir eru settir í sko og bara svona tóninn sem hann velur sér að segja söguna og mér finnst hann vera alltaf bara mjög trúr þar sko og hefur bara gert það mjög konstantli í gegnum sinn feril sko En einn að fáum svona bandarísku leikstjórum sem eru með svona stjættarvingil í sínum myndum Já, allavega eitthvað svona vitundum eitthvað svona, já, hvernig svona hlutinir virka og kannski að fjalla líka einmitt eins og í Florida Project, ég meina bara eitthvað fólk sem fær aldrei neina athygli sko þannig að já, hann er alveg það og bara eins og kannski margir eru bara eiginlega hent já, ég meina í einhverjum heimi sem stjórnað af einhverjum sem eiga og mega að þá þetta bara þetta svona afgangsfólk. Já, ég meina hann hafði orðaði til dæmis eins og hann talaði það áskornum. Hann hefur talað mjög marga skemmtilega hluti núna á þessu festivalrönni sínu. Eins og hann frábæra ræði á Independent Awards, þar sem hann var bara að tala stöðu kvikmyndagerðarmanna. En þannig áskornum þá einmitt hafði hann orðaði að hann vildi þakka öllum þessum kynlífsverkamönnum, verkafólki, sem hann hafði greinilega leita til, þau höfðu deilt sögum og eitthvað svona ágreinilega kveikt eitthvað í þessu handriti og ég held að þetta snúist ekki eitthvað byltingu sem var fyrir x árum bara í þessum kapitalíska heimi sérstaklega svona hörðum amerískum heimi þar sem allt bara til sölu og þú átt einhvern veginn þú þarf bara að vega og meta alla möguleika að þá hann ekki að stilla sér upp einhvern veginn að dæma eða reyna einhvern veginn að hvernig fólk hegir já, heldur bara að reyna að skilja og kannski reyna svona varpa einhverju ljósi eins og með hana Annoru okkar þá það svo bersýnlegt og það svona punktur með lokasinnum finnst mér að hún svona algjört sko tilfinningalegt úrræk sko eftir út af því þú þarft að leggja ekki bara líkamæðin líka tilfinningalíf og sál og allt einhvern veginn að veði og svo bara einhvern veginn reyna að renna fyrir og halda kúlinu og eins og þú segir, gera þetta ekki að þess að
Mér finnst það svo flott hjá hún, sko. En nauðgarinn, eða þú veist þarna maðurinn sem að hún síðan myndar tengsl við þarna í lokin og sem þarna bíl ömmu sinnar. Býtu, ég held að hann hafi ekki verið nauðgari. Nei, umræðan það, hvort hann hafi verið nauðgari og hvort hann vilji verið nauðgari og svo leiðis. Já, það er hennar hún kann ekki að sína þakklæti Nei, líka hún er að reyna að poti hann, sko. Byrja að segja, þú ert með hennar nauðgara augu. Ég þurfa að veða og það er hennar svona pot í hann, sko. Já, að reyna að vera nasty og vond við hann, sko. Það hún fattar að hann er greinilega. Já. En hann var samt svona alveg aðfara nauðgani, var ekki? Nei. Það? Nei. Það er bara hennar, hvað ég var að segja, rýtingur í að íta honum bara frá sér og reyna að meiða hann. Hún hefur kannski ekki góða reynslu af karlmannum. Nei, líka át af því að hann er í því hlutverki að haldinni í ákveðnu stöðu. Hann heldur henni niðri langtímum saman þegar hún vill fara eitthvað annað. Já, en hann náttúrulega líka bara í sömu stöðu. Hann er í þjónustu hlutverki fyrir sína gæja, þannig að hún líður ekki vel með það. Það er ekki góð vörd fyrir fangaverðin. Hún var eiginlega felld í Nürnberg. Já, ég veit að fangaverðir með rosalega slæmtur upp, sko. Sko, hann er líka vanur, Sean Baker, að þú veist, hann finnur fólk til þess að leika í bíómyndunum sínum sem að þekkir þennan heim, skilur, hann er með ungt fólk, þú veist, hann gerir þetta öðruvísi, þú veist, það finnst þetta vera svo stutt á milli þess að einhvern veginn leika og vera, þú veist, það er einhvern veginn opið þarna á milli strippklúbsins og inn á tökusvæðið, inn á tökustæðin. Og mér finnst það skína í gegn í þessari mynd og svona einhver heiðarleiki og bara tilbúin að vinna með fólki sem að þekkir annan raunveruleika heldur en fólk sem að fer vanalega út í kvikmyndagerð og langar að vera leikarar. Þannig að mér finnst það líka og nær þar er þetta eitthvað svona raunsæi sem að snerti þig. Já. Þú trúir þessu. Já. En Oddný trúir þessu ekki? Jú, ég hef alveg séð aðra myndir líka sem fara inn í þennan heim og heimildamindir og þú veist þannig bara, og mér finnst það alveg stórkostlegt auðvitað, finnst mann það jákvætt að einhver skuli fara inn í alla heima, þú veist, án fordóma og hérna. Og ég er bara að tala svona stílinn hans sem er svolítið, þú veist, þetta eru langar senur, hreyfanlegar kamerur og þú veist einhvern veginn hálflokuð inn í einhverjum heimi, þú veist, sem árandi og þetta er svolítið einkenni á honum. Já, ég held að þetta snúist líka hvernig þú njótir myndarinnar, sko. Ég sá henni í bíó og mér fannst það geggjað, mér fannst það algjör bíómynd og þið veit ekki hvernig maður horfir á myndir í bíó, það er ekkert að trufla mann, sko. Þú er ekki símann? Nei, ég veist, alltaf að horfa á þetta kannski í einhverju tölvu eða eitthvað, ég veit ekki, en þetta var svona, fyrir mér var þetta bara svona upplifun sem gjörsamlega tók mig frá fyrstu mínútu og svo bara einhvern veginn sparkaði mann út og það er náttúrulega bara einhver galdur þar, sko. Og enda er það staðfest, 4 Óskarar, fyrsta skipti í sögunni. Við erum sammála akademíunni. Og það sem er líka svona fyrsta skipti í sögunni hvað? 4 Óskarar til hans. Hann er sem sagt leikstjóri, handritshöfundur, besta mynd og svo sem er breytan, stóra breytan, er hann klippir myndina sjálfur. Sem er náttúrulega ekkert lenska og Steven Soderbergh skýtur oft myndina sína sjálfur. Kannski Chaplin hefði getað náðu þessu, hann hefði náðu líka músíkinni, sko. Svona menn sem að gera allt í myndunum. Þetta er svona höfundabind. Já, bara svona beyond allir þessi stóru gæjar eins og Scorsese og veist. Hann er raunverulega indie. Já, og ég myndi segja að hann er líka bara nýbylgja, sko. Bara eins og franska nýbylgjan sem tók bara fólk oft út á götu og lét alvöru fólk leika, það er það sem hann hefur, eins og þú ert að nefna. Og þetta er aðferð sem Íslendingar gætu raunverulega tekið upp. Íslendingar hefðu efni á að gera þetta. Já, ég meina, Frikki Þór gerði þetta svolítið með skittunum. Ég meina, aðalhlutverkið þar voru bara 2 dútar sem þekktu heiminn og það er, held ég, galdurinn við þá mynd til dæmis. En þú þarft líka að vera góður leikstjóri til þess að leggja í það, skilur að vinna með fólki sem er ekki fagmenn í því að leika. Það er alveg flókið, sko, getur ekkert hver sem er gert það og
Hrafn Gunnlaugsson vildi það alltaf, hann var alltaf að velja eitthvað svona Viðar Víkings og eitthvað svona. Hverjir segir það? Hrafn Gunnlaugsson, hann var alltaf að velja eitthvað sem voru ekki leikarar. Hann var bara Hann fannst leikaranám eiginlega eyðileggja leikara. Já, en Það gekk ekki alltaf hjá honum. Nei, hann var kannski í einhverjum öðrum raunveruleika. En já, ég meina, þannig að það er rosa margt bara mjög merkilegt við myndir hans og ég held að það sé bara algjörlega uppskýra. En það er eitthvað svona... Og líka held ég, afsakið, má ég klára, að þetta er svo ófyrirséð, svona lítil mynd, veist, og þetta er svona, ég held að þetta sé líka pínu svona... Það gerist nú reglulega, var ekki Little Miss Sunshine eða eitthvað svona... Jú, en ekki svona... Það er langt síðan. Nei, ég segi það gerist reglulega. En hvað heit hún Moonrise King. Já, líka hvað heit hún náttúr? Moonshine. Já, Moonshine. En það var svona litla myndir unnið, en ekki svona afgerandi. Þannig að það er skemmtilegt. Þannig að þessi myndi er bara ódýr og svona bara, þetta er bara ódýr myndi eða eitthvað. Já, það var 840 milljónir og það getur það ódýr. Hún kostaði $6 milljónir og krúið allir sem komið að henni, bara leikarar, krú og allt, telja eitthvað í kringu 40 manns, sem er náttúrulega bara mjög lítið, sérstaklega á amerískan mælikvarða. Það er nú jákvæmt, bara svoleiðis myndi bara geti náð. Já, en hann hefur líka fetað, fyrsta myndina, Tangerine, hafið þið séð hana? Hún er bara stórmerkilega líka og hún er skotin á iPhone og 2 aðalhlutverkin þar eru ekki leikarar sko. Og hún er geggjuð sko. Það er svona fylgir þessari mynd svolítið svona, þetta er mynd af mannfélaginu. Það er frekar andstyggilegt. Samfélaginu. Fólk er að reyna að fá eitthvað hvort frá öðru og það er ekki mikið við höfum mikið talað handrukkarann og hana í lokin sem er svona eitthvað sem gæti verið eðlileg samskipti en það er eiginlega þar með upptalið. Þetta er fólk sem er svona háð hvort öðru með einhverjum hætti, fólk að reyna að grípa í draum hvors annars eins og samverkakonur hennar á stripstannum að reyna að stela því og það er allir að kúa hvern annan og kúarinn eða ríki maðurinn hennar er sonur eitthvað enn ríkari og ekki er fallegt samskiptið milli þeirra hjóna og dómskerfið er í höndunum á þeim sem hafa pening til þess að bara borga sig í gegnum það og sumuleitt er þetta bara fallin veröld skítapleis heimurinn. Já, en það er líka rosalegt sætgjast í henni að því leyti að náttúrulega þeir sem koma hann inn og ráða í raunu veru öllu eru náttúrulega einhverju ólíkarkar sem er mjög lýsandi fyrir okkar tíma og veist. Þannig er Rússland og þannig eru Bandaríkin, það eru ólíkjarkar sem hafa bara tekið þetta yfir. Ég má þetta, mennirnir hafa eiga bara heiminn. Já, ég meina, er ekki núna Rússland og Bandaríkin bara orðin svona eitthvað svona ólíkarka samband, veist. Þannig að, já. Finnst ykkur myndi verið að segja þessar svo? Að þetta sé svona snapshot af okkar tíma til þess að lýsa sko bara föllnu samfélagi. Hefur þetta ekki alltaf verið svona? Það er það sem ég er að spyrja eða er þetta lýsing á því að svona er mannskepnan og hefur alltaf verið. Já, allan hún kemur á einhverju svona tíma þar sem hún er að varpa upp svona spegli sem er alveg í dúrumál við það sem er að gerast. Burtséð frá því hversu svona meðvitað það er að tíminn sé réttur og eitthvað svona en auðvitað eins og Lóa segir kannski ríkikallinn sem ræður öllu og allt það hann náttúrulega hefur verið til mjög lengi. Þannig að ég er að hugsa þetta svona í sambandi við vinnu bara almennt sko, mér finnst bara fleiri og fleiri vinnur verða bara eins og einhver kynlífsvinna og mér finnst þetta líka fjallið sko eins og með öll að runga ríkamanninum. Nei, ok, ég veit það ekki, ég myndi aldrei segja það, aldrei nota þessi orð en þú veist, bara þarna, þetta er líka já, bara þessi, aftengdi heimur þarna, þú veist, eins og hann bara strákurinn, ríkistrákurinn sem er bara með tölvuleik bong, kókain, vændiskonu partí,
nammi, partí, Allt sem tölvuleik unga drengi dreymir þú veist, en allt of mikið af því skilurðu og stöðugt að þú veist, hann hefur svo mikið aðgang að öllu að hún líður bara illa yfir því skilurðu, það að gera hann vansælan það ekkert nóg fyrir hann ég meina þú veist, þetta ég veit ekki að horfa á þessa mynd og vera mann langar ekkert að vera ríkur eftir að maður horfir á þessa mynd, skiljiði mig það virkar eins og það sé bara eitthvað frekar ógeðslegt að fair og bara eiginlega hræðileg bölvun að eiga ógeðslega mikið pening skiljiði mig, þannig að en svona einhvern veginn Það nú svolítið gamalt svona boðskapur Já, einmitt, ég veit það ekki en svo einhvern veginn eru þau, þú veist já, allar þessi litlu þjónar, þú veist, það eru stelpunnar á strippklúbnum og handrukkararnir og bara svona ég veit það ekki mér finnst þau svona mér finnst þau svona þessi vinnumarkaður sé bara stækka skilurðu. En það talir þetta einu það því við vitum bara núna nýverið á Íslandi með vinnuleigurnar og hérna allt mannsælið og ræstingafólkið okkar sem að þú veist fær bara ógeðslega laun og hræðilegar svartar skýrslur sem komum það hérna reglulega og bara svartu blettur náttúrulega á okkar svona atvinnusögu verður að segja eins og og þannig að mér finnst svona þetta vera ég meina það eru þetta fyrst manni sláandi og gott að taka það fyrir þú veist mér finnst það vera komment á vinnu jú, pólitískt, ég er ekki að gagnrýna ég myndi ekki segja, ég bara segja hún snerti mig ekki sem eitthvað svona skiljið eins og bara þessi orðum þetta sé bara merkilegasta mynd einhvern veginn áratugurins það fer alveg svona fram mér svona samt alveg ég bara skil það ekki sko en hins vegar finnst mér hún alveg einmitt þegar sko ég þarf að sjá náttúrulega eftir að þið eru búin að segja mér þetta allt það getur vel verið að þegar maður veit þetta allt hvað hún er eitthvað svona flottur leikstjórin og þú veit ég þekkti ekkert leikstjóran og vissi ekkert þetta einhvern veginn Nei, kannski bara taka bara þetta eru bara 4 myndir taka bara Sean Baker Movie Nights Já, seríu Varðandi þetta hérna, sem að Lóa er að segja að hérna að þetta er ekki bara þeir sem eru lægst í starfsmannalegunum sem eru að þjóna innum ríku, heldur er þetta bílstjórinn og lögfræðingurinn og allt heila settið sko. Það er einhvern tíma var kaldaðsnir setning sem var að reyna að lýsa sem sagði, þú veist að hérna, við erum allir töskuberar. Það er allir bara að bera tösku fyrir ríkakallinn og það er alveg sama hvort þú sett í jakkafötum og hvort þú sittir á þingi eða hvort þú sett sko hérna formaður sjálfstæðisflokks og svona því endanum þá ertu bara að bera tösku fyrir ríkakallinn. Og sumuleyti er það bóðskapur, eða svona, ég sé ekki bóðskapur, það er þessi veröld sem er verið að lýsa þann inn í, að þetta er eitt stórt bara en finnst ykkur ekki við búin að sjá hórari, þetta er eitt stórt hórari. Mér finnst ég bara búin að sjá svo margar myndir sem er þetta bara þessi veruleiki, þú veist, einhver bara þeir sem eru ríkir og eru með öll völd og eru bara svakalega spiltir beita ofbeldi, kom inn þarna og svolítið sætur sjoppustrákurinn sem að reynir eitthvað, þú veist, sína þeim einhverja viðspyrnu og þá er hann bara brotinn þú veist, hann er bara, þá kemur bara meira ofbeldi og orðið fuck, það segja allir, það er alltaf líka svolítið fyndið, það lítur að vera að ráði gert sko, að það er bara engin setning í myndinni sem ekki eru svona 20 fuck Já, ég skil gott við en mér finnst þetta samt gert á ferskan hátt og mér finnst þetta samt einhvern veginn tímahelgi fyrir bara árið 2025 skilurðu, ok, hún kom út í fyrra en þú veist, mér finnst þetta að vera bara mér finnst hún ná bara einhvern veginn tíðarandanum, mómentinu þú veist þarf ekki að, eða þú veist, ég veit það ekki það er ekki takt að segja svo margar sögur En við erum alltaf að segja sömuna. En auðvitað er þetta bara svona, já, einhver spegill og eins og þú segir, það er alltaf verið að segja sögunum en að ríka kall og bla bla bla. En síðan er það bara hvernig þú gerir það, hvað karakterinu stillur. Þetta er ekki alveg þannig, sko, að við sem alltaf segja sögunum sem er bara föst í ykkur lúpu, sko. Heimurinn er að breytast og þessi mynd hittir samtíma okkar á mjög ákveðin og sterkan hátt. Já, hún alveg hittir naglan á höfuðið og gerir það á ferskan hátt og líka eins og þú komst inn á en þessi sko tilgangsleysi hans og ofgnótt og bara instant gratification endalust sem er bara eitthvað sem held ég að muni verða epidemic sko eftir nokkur ár og síðan nú þegar orðið það að vissuleyti. Hvað?
svona þessi bara instant gratification Bara hafa allt við höndina 20 vídeó og bara veist, fast food forever eins og ég reynda orðað þegar Lóa var að tella þetta upp að hann nýtur alls þess sem að ungi drengi sækjast eftir og þetta er ungsmannskultúrin er bara komin hérna Já, nema það er náttúrulega algjörlega án allra hafta eða hamla því að hann náttúrulega getur bara fengið hvað sem er þannig að það er bara líka geggjur lýsing og Mér finnst eitthvað í þessu vera svona þú veist, líka bara hver má vera hamingjusamur og hver getur fengið eitthvað, látið drauma svona rætast og ég veit ekki, mér finnst það svona sorgleg út af því að það er svona þú veist, hver má slaka á og finna ástina og bara lifa og vera til það er svona eins og enginn geti það í þessari mynd einhvern veginn, en bara svona það er einhvern veginn og kannski minnstu líkurnar á því að Anora upplifi einhvern tímann frið til þess að geta einhvern veginn bara verið til En svo er hún samt svona, þú veist, vel vaksin og við sjáum alltaf rassin á henni og einhvern veginn, ég veit ekki, og svo er þarna maðurinn sem kemur í þessari sjoppu, kemur svona maður sem er á grillinu, er að gera hambúrgara greinilega og maður hugsaði bara, hann er búin að vera mjög lengi í sminki, það var alveg svo special effects búið að gera eitthvað á hann og hann kemur svona fram í myndflötinn og segir ekki neitt og þetta er bara 2 sekúndur, þess að hann einhvern veginn hann hefur ekkert hlutverk þarna í þessari mynd Fannst til með honum Nei, og líka þessar konur, þetta ræstingakonurnar sem eru að koma þarna og það eru auðvitað flott, eins og þú ert að segja þá skilur maður, þetta er ekki bara einhver þú veist, myndi nær því auðvitað að maður hugsar þetta, ég er alveg sammála ykkur því sko, sérstaklega þegar þið eru búin að nefna að þá fattar maður að það er ekki, þú veist, þetta er ekki bara þessi kynlífsiðnaður, heldur er þetta sko kynlífsiðnaðurinn og bara ræstingariðnaðurinn og bílstjóri, bara allur iðnaðurinn, þú veist, og allir eru undir einhvern settir og þannig að það auðvitað kemur en mér finnst þetta svona mér finnst maður ekki finna svona ég hugsaði þegar þessi kall hérna kom hambúrgarakallinn þá hugsaði ég svona, nú kemur einhver fallegt sjónarhorn á þetta ofbeldi frá þessum kalli sem var í eldhúsinu fylgdist var að steikja hambúrgara og fylgdist með þessu hræðilega ofbeldi en þá var það einhvern veginn ekkert með Það er eiginlega ekkert breyk sko því að þið voru að tala svona með enginn mætti tegja sér eftir hamingjunni Það er systirinnar sem hún býr með, er ekki systirinnar og sem eru frekar leiðileg systra samskipti þeirra á milli og þegar hún fer svo heldur hún sé búin að finna draumaprinsinn og þá situr systirinn svona inni með einhverjum gaur eitthvað og þú fær ekki svona tilfinningunni hann er nú 2 fallega sálir sem hafa fundið hvora aðra það er ekki þannig þú færði þetta frekar svona kaldranarleg sín á allt því að þú nefndir sko Florida Project sem að þar er nú sannarlega sko svona gimsteinarnir að glitra í mannsorpinu sko og þar er bara eiginlega snýst það liggur við að sé óður til svona samkenndar og samhygðar og hversu mikið afl það er þótt að fólk margir í þeirri mynd eigi erfiðleikum með að viðhalda því eða hafi kannski ekki sko aðstöðu til þess að blómstra þá er það er fílgútmynd, þetta er ekki fílgútmynd Vá, ég upplifði öfugt með Florida Project ekki fílgútmynd Já, það ekki? Nei, með að hún gera mann hræðilega vonlausan sko En það er samt vísað í sko hvað Já, en er það ekki líka handrukkarinn í þessari mynd? Willem Dafoe í Florida Project og handrukkarinn í Anoru eru þeir sömu? Þeir eru svona voninnar sko Já, hvað svona stundum er ein manneska sem er góð við þig kannski nóg ég veit það ekki En þar voru kannski fólk á leið sem eða ég bjó í aðstæðum sem voru leituð til tortímingar en þau voru samt ekki svona mér fannst það bara annar fílingur yfir þeirri mynd sko. Hún var jákvæðri, hún var hlýrri þessi er bara stálköld sko. Já, hún er mjög köld en veist, talar bara fullkomlega inn í samtíman sem er kaldur Já, hann er mjög kaldur og bara eins og Lóa er að segja veist, svona, þetta er að færast svo mikið út sko, þetta er ekki bara við kynlífsverkafólk eða bara þetta þjónustu og hvers virðið ertu og hvað pláss hefur í samfélaginu
og sérstaklega eins og þú segir, veist, hver hefur leyfið til að mega vera til, sko, í raun og veru. Og allt það, sko. Og ég held að það sé bara þessi miklu skárra á mörgum öðrum stöðum hérna á Vesturlöndum en til dæmis í Bandaríkin. Bandaríkin bara mjög harður staður, sko. Ég er alveg saman því að þetta með kynlífsiðnað, en það bara hluti af sögunni og eftir 40 mínútur var maður að fara að hugsa á ég að fara að sitja í 2,5 tíma undir þessu. Af því að sumuliti hafa verið gerðar svona myndir sem eru, en hún bara sveigir síðan út úr þessu og þá kemur í ljós að þeir sem eru í kynlífsiðnaðinum að þetta hórerí út allt samfélagið og það eru allir að þjóna líkamanninum og því allir ekki nota sama orð færðu ég að nota hérna á hann. Nei, en móðg ekki ráseitt. Nei, en þessi mynd bara einstök að mörgu leyti þó svo að Oddný sé ekki alveg að sjá það, en hún þarf bara að kíkja á Við höfum alltaf svona eitt sem... Já, það er bara mjög nöðsynlegt, en það er líka einstakt við þessa mynd hvað hann er búin að vera lengi í bíó og ég held hún sé ekki búin í bíó, sérstaklega núna eftir þetta. Það kemur bróðið bíóstjórans. Þú kynntu myndina, ég hvet fólk til að sjá þetta, mér það skemmt að því að Ég bara veit að hún er búin að vera með theatrical run í Bandaríkjunum í meir en 10 mánuði, sem bara einstakt, sem út af því að hún er ekki að sigra heiminn, hún er að sigra heiminn í litlum skrifum. En ég verð bara að segja, að því að þið nefnduð, sko, þú spurðir á hann, hefur þú ekki séð þetta og eitthvað svona, sem lyklar, ég meina auðvitað, listaverk eru bara mjög oft þannig að maður þarf ákveðna lykla, maður þarf svona pínlítið að fá, þú veist, einhver svona svona smá hvað heitir aðgangsorð og hérna, ég bara hafði það ekki og ég fer mjög lítið í bíó sko undanfærin ár og ég hef mist bara úr þú veist, kannski, ég veit ekki 10 ára í bíó, sko nokkurn veginn, þú veist, þannig ég bara játa mig sigraði líka, ég meina þannig, ég fattaði hann einhvern veginn ekki, sko. Nei, en bíó er náttúrulega bara alls konar, það er bara dagsformi líka. Maður alveg séð myndir sem maður bara alls ekki var að kveikja á, bara þegar mann leiði einhvern veginn. Mér fannst ein mynd séð maður hana árið síðar og hún er bara geggjuð. Síðasta mynd sem ég sá í bíó, sem ég fannst rosalega góð, hún hét Beautiful. Hérna, Það er svo langt síðan hún sitt í háskólabíó. Ég held ég að sé hann í stóra salnum í háskólabíó, það er svo langt síðan. Já, ég líka mitt. Sem að það var ekki búið að... Ég var alveg 7 myndir eftir síðan þá, sko, en ég meina, það er eiginlega síðast skipti sem ég sá einhverja mynd og ég veit ekki út af hverju. Svona bara einhvern veginn slærða mann. Ég var hérna þegar ég horfði á þá mynd að hugsaði, þessi mynd er algjört kaflaskil. Nú munum við sjá myndir þessa veröld. Síðan bara komu þeir ekki, sko. Hvað er það eiginlega? Hvað er veröld? Beautiful, það er aðra mynd, kannski búið til borðum að ræðum hana. Ég þarf að rifja hann upp, en ég er bara mann eftir henni. Er þetta ekki Almodóvar eða? Nei. Nei, man ekki hvað hann heitir sem að bjóta þetta. Ég veit ekki hvað það náðu að fletta því upp. Herru, en hvað, vil ég ræða fleiri myndir? Það sem ég ætlaði að segja, því að þú ert að segja, hefði verið kannski betra að fá einhvern tíma bjó ég til svona í leikhúsi sem heitir Fordómar, það var að skrifa verkin áður en að frumsýningin er og mér fannst þetta að vera að skipta máli vegna þess að ég er sammálaði sem þú ert að segja, að stundum við betra að koma einhvers þar að verkunum sko, með einhverjum hætti og það skiptir ekkert máli hver tekur að sér að tala þetta meðan þú tala að þú hefur sko bara fallið bara látið myndina draga þig og þú líka, að veist gaman átt að sögumannin draga þig eftir svona óvæntum brautum. Ég satt undir myndinni og var svona í sko linnulausu samtali við hana og átti í erfiðleikum með hana mjög lengi framan eftir. Mér finnst þetta líka vera mynd sem minnst gaman að tala eftir hana. Ég hef bara ekki fundið nógu marga sem að hafa séð hana til þess að tala hana. En ég er bara að fara yfir þetta því að myndi geta verið svo bara... Þú varst hrifin að þessari mynd, ekki? Mér finnst hún vera mjög áhugaverð og var alltaf að hvetja fólk til þess að sjá hana til þess að ég geti farið og rætt hana af því að ég átti erfiðleikum með að sko settla hana einhvern veginn í mér. Ég var í svona hálfgerðu stríði við hana í allan tíman sko. En satt í þér? Algjörlega, mér finnst þetta að vera, ég sagði bara einhvern tíman helgin að þetta væri myndi sem að myndu vilja vinna Óskarinn. En svo ég verði alltaf að spá og ég er svo ánægð með hvað ég oft rétt fyrir mér en ég sagði, og það var ástæða fyrir því að hún væri sko ágeng mynd mikilvægt málefni í okkar samtíma og það, ég meina að það verði ekki tekið af henni sko. Nei, ég meina, ég held að öllum þessum myndum, hvað voru 10 myndir útnefndar núna og af þeim öllum
þá er þetta mest aðkallandi myndin, by far, sko. Þannig að burt sér frá því síðan hvernig tekst til og allt það. Það er nú gaman að sjá hinna myndirnar og hittast aftur hérna og að vita hvort við erum svona ósammála líka. Mér finnst eins og María Pérez og Substance og svona mörguleiti sniðugt eitthvað svona, en mér finnst það bara ekki í sama flokki á þessar. Mér fannst hérna... Substance er nú talað líka svolítið inn í... Jú, en hún Mér fannst hún ekki náði að verða jafn Þér fannst hún ömurleg? Ég var ekki fan. Nei, mér fannst hún ekki vera bara nógu góð bíómynd, sko. Nei, ekki í líkingu við þessa. Hún fer svolítið í svona genre dæmið, en sem slík þá finnst mér nú samt alveg halda haus upp á vatni, sko. Og Dylan myndin og svona fannst mér bara snirtilega gerð mynd, sko. Sem að ég veit að Lóa fór tvisar á hana í röð. Já, þetta var eins og immersive Bob Dylan tónleika experience. Tribute, þetta voru svo immersive tribute tónleikar með Bob Dylan. Ertu bara að sjá hana? Nei, ekki ennþá, sko. Ég á alveg eftir að sjá hana, sko, en ég fór alltaf inn að hugsa, en byrju, ertu ekki múin að horfa á hana 5 tíma Scorsese heimildamyndina? Bob Dylan? Nei, vá, þá bara... Get ekki beðið fyrir að... Herru, Já. Við erum byrjað að tala margar aðra myndir, en við mælum með þessari mynd, ekki? Nefna, Árni, mælum með þessari mynd? Nei, jú, bara alltaf ræðum hana þá, þú veist, en ég myndi ekkert mæla, ég myndi freka bara mæla með myndinu þínum Óla Prygg eða Kúrika Norðinsins. Já, ég sá hana ekki, sko. Sá bara Óla Prygg. Þú verður að horfa á hana. Hún er á RÚV sarpunum. En þið mælið með henni, eða viljið mæla með einhverju öðru myndu? Ég mæli með Anora út af því að þetta er náttúrulega líka bara ástarsaga. Já, hún er það. Og ástarsaga, það er alltaf gaman að sjá góða ástarsögu. Væmin ástarsaga sem að þykist vera eitthvað svona talallir raunveruleikans. Ég fíla það. Ég fannst þetta alls ekki væmin, sko. Þú veist út af því að En við mælum með henni, ég mæli með henni og meðal annars út af þessu sem er komið fram hérna. Það er gaman að fara í bíó og stundum er gaman að sko tala myndirnar eftir. Það er til þess aðstæða til þess í Bíó Paradís að fara bara og setjast fram og eftir og spjalla myndir. Ég held að það sé nóg að plásið þar, sko. Herru, kærar þakkir. Takk hérna. Árni, Lóa og Oddný. En það er eitthvað prógram hérna eftir við Rauðaborðið. Næsti kafli er eftir augnablik. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.